Jæja, góða kvöldið. Ég held ég sé komin í loftið. Ég reyndar sé það ekki almennilega. En ég treysti því bara að ég sé byrjuð og þið sjáum mig og heyrið í mér. Þið megið kannski gefa mér eitthvað merki. Ég sé hérna hæ Birna. Þannig að einhver annar kannski gefur merki ef ég er byrjuð. En ok, ég ætla allavega bara að byrja, sjáum hvort að þetta er ekki alltaf ganga. Og ég heiti Birna Ásbjörnsdóttir og í dag tala ég frá Boston þar sem ég er að stunda rannsóknir á já flott, takk fyrir að láta mig vita. Þar sem ég er að stunda rannsóknir á meltingarveginum og í tengslu við heilsu, ónæmis og taugakerfi og svo framvegis. Og ég fer aðeins í þessar rannsóknir á eftir. Ég ætla aðeins bara að segja bakgrunninn minn, hvað ég hef gert og lært og af hverju ég er komin hingað. Ég tók meistaranám í næringarlæknisfræði frá Surrey háskóla. Á svipuðum tíma tók ég einnig eða lærði gagnreynd heilbrigðisvísindi við Oxford háskóla, báðir í Bretlandi. Og svo skellti ég mér í doktorsnámi við Háskóla Íslands og er í 2 deildum, ég er í læknadeild og matvöru- og næringarfræðideild með frábæra leiðbeinendur og gott teymi af sérfræðingum í kringum mig, alveg stórkostlegt fólk. Og það hefur leitt mig núna í starfsnám, þetta doktorsnám, í starfsnám sem ég er núna að starfa á rannsóknarsetri í Boston við Harvard eða Mass General Hospital á Harvard háskólasjúkrahúsinu að taka rannsóknirnar mínar svolítið svona niður í detail eða í mekanisman. Nú það sem ég ætla að fjalla núna eru aðeins þessar rannsóknir sem ég er að sinna og hef verið að sinna og aðeins að setja ykkur inn í það og síðan ætla ég að fara svolítið yfir meltingaflóruna sem er nú þema núna hjá Lyfju og mér bauðst að fjalla þetta sem er mitt aðal áhugamál og passion og starf og nám og allt, þannig að það var náttúrulega bara frábært fyrir mig. Og í svona lok fyrirlestrar eða seinni hlutinn fjallar þá ákveðin verkfæri eins og ég kalla það til þess að vinna með meltingaveginn og þarmaflóruna. Þannig að ég ætla bara að fara að láta dæluna ganga. Ég er ekki að fara að bregðast við kommentum eða svoleiðis en það er rosa gaman að sjá ykkur þarna og ég renni yfir þetta á eftir. En ég ætla bara að dempa mér í þetta, það er alveg nóg að halda fókus á efninu. En rannsóknin sem ég er að gera á Íslandi, sem er reyndar á hold núna út af COVID, að þá erum við bara í smá pásu en við höldum áfram í vor að öllum líkindum. Hún gengur út á að skoða geðheilsu barna og unglinga á Íslandi sem eru greind með geðraskanir og bera saman við heilbrigða einstaklinga og systkini eða ógreinda, þeir sem eru ekki greindi með geðraskanir. Og rannsóknin er búin að fá leyfi frá vísindasiðanefnd og hún er skráð á alþjóðlega síðu sem heitir clinicaltrials.gov og þannig að það er búið að fara mikill undirbúningur í þessa rannsókn og hún er mjög flott og stór og er til margra ára. Þannig að það er ekkert komna niðurstöður úr henni að því að við erum í fyrsta lagi bara rétt að byrja og í annan stað þá þurftum við að stoppa út af COVID. En sú rannsókn heitir mataræði, þarmaflóra og geðheilbrigði barna og unglinga og hún er náttúrulega ekkert framkvæmd af mér einni, langt frá því. Ég er náttúrulega í góðum hópa fólki með góðu rannsóknarteymi og mínir leiðbeinendur eru Bertrand Láð sem er aðstoðarprófessor við læknadeild og Bryndís Birgisdóttir sem prófessor við matvæla- og næringarfræðideild og svo inn í þessu teymi er líka fullt af fleirum góðum sérfræðingum. Nú bakgrunnurinn af hverju var þetta mitt doktorsverkefni og af hverju fórum við á stað með rannsóknina. Ég kom að hönnun rannsóknina alveg frá fyrsta degi, þannig ég er mjög glöð að geta fengið þetta sem verkefni og doktorsverkefni en það eru rannsóknir sem sýna að það eru tengsl á milli mataræðis, meltingaflóru, gegndræpi, þarma og geðheilsu. Við kemum líka svo inn á gegndræpi, þarma þessu eftir. En það er alveg búið að sýna fram á það að það er munur á samsetningu á þarmaflóru eða þessari meltingaflóru barna sem eru greind með geðraskanir eins og til dæmis ADHD og einhverfu og þegar þau eru borin saman við systkini eða samanburða hópa.
Og það sem við vitum í dag er náttúrulega ekkert mikið, en við vitum eitthvað. Við vitum að þau eru með minna af ákveðnum bakteríum eins og bifidobaktería og þau eru með meira af lactobacillus, Clostridia, Shigella og Candida. Þetta er allt svona frekar, ekki kannski lactobacillus, en Clostridia, Shigella og Candida er eitthvað sem við viljum ekki hafa mikið af. Þannig að það er riðluð flóra. Nú það er einnig vísbendingar að það sé svona aukið gegndræpi þarma hjá þessum einstaklingum sem eru greindir með geðraskanir. Og þetta tvennt er hvoru tveggja svona, getur leitt af sér alls konar vandamál. Varðandi gegndræpi þarmana þá er það eitthvað sem ég er að skoða hérna úti sérstaklega og er ekkert rosalega mikið rannsakað en samt óbúslega mikið að gerast þar. Og það eru ákveðnir þættir og svona ýmsir þættir sem virðast auka eða stuðla að þessu auknu gegndræpi og auki gegndræpi þarmanna verður þannig að það gliðna ákveðna innsta frumulagið í smáþörmunum, það er svona gliðnar. Það er ekki þetta hefðbundna frásók sem á sér stað þegar við erum að frásóa næringu og svoleiðis, heldur þá svona myndast lítil hlið eða það eru þarna lítil hlið sem opnast. Og það eru ákveðnir þættir sem að stuðla að þessari aukinni opnun og þessi aukna opnun verður fyrir tilstuðlan að við framleiðum sonulín. Við framleiðum öll sonulín, en stundum framleiðum við meira eða mikið og það eru ákveðnir þættir sem að auka framleiðslu á sonulínni. Og það eru ýmsir þættir sem við þekkjum, en það eru tveir þættir sem við vitum og rannsóknir hafa staðfest og annar þeirra er riðluð þarmaflóra. Það er að segja, ef hún riðlast, þá aukast líkur á þessu aukna gegndræpi sem mögulega getur leitt af sér vandamál. Í annan stað þá vitum við að glúten er einn af þessum triggerum eða hinn af þessum triggerum sem eykur gegndræpi þarma. Og þá skal það sagt og ítrekað og undirstrikað og feillitrað að það er ekki allir sem verða fyrir einhverjum vandamálum eða upplifa einhverjum vandamál eða veikindi út af því að þeir borði glúten. Það er ákveðin hópur af fólki sem geldur fyrir þetta og það er ekki ennþá alveg vitað nákvæmlega hverju það er en það er verið að rannsaka og svona pinpointa það. En það er riðluð flóra og glúten, við vitum að þetta getur aukið þetta gegndræpi. Nú, það sem við erum að gera í okkar rannsókn, það er náttúrulega bara mikilvægt að rannsaka þetta betur, fá svona heildstæðari mynd og horfa á þessa þarmaflóru eða meltingaflóru, gegndræpi þarma, mataræði í tengslu við geðheilsu og skoða stærri hópa og nota samstilltari aðferðir því þetta er ekki, það vantar stærri og svona meira alvöru rannsóknir þarna. Og það þarf að skoða við ætlum að skoða þetta út frá mörgum sjónarmiðum, út frá alvarleika geðraskana, einkennum út frá meltingarvegi. Það er nefnilega þannig að þeir sem eru með geðraskanir, þeir kvarta mjög gjarnan í maga- og meltingavandamál og það þarf að skoða það betur í samhengi. Og síðan ætlum við líka að skoða mataræði og bætiefni og lyfjanotkun, meðgöngu, fæðingarsögu, svefn, lífsstíl, skjátíma, hreyfingu og svo framvegis. Allt þetta hefur áhrif á meltingaveginn okkar og þarmaflóruna eða meltingaflóruna. Nú það er líka kall eftir frekari rannsóknum bara á ESB hefur í rauninni sett fram starfshóp til þess að efla rannsóknir á þessu sviði og vera að samræma aðferðir og leiðbeiningar, þannig að það er vöntun á slíkum rannsóknum. Önnur rannsókn sem að ég gerði núna í doktorsnáminu og er grein sem ég er búin að gefa út er þetta gegndræpi þarmanna og sonulínbundið gegndræpi þarma í börnum greindum með geðraskanir. Og það er hægt að finna þessa grein bara á PubMed, hún heitir á ensku Sonulin Dependent Intestinal Permeability in Children Diagnosed with Mental Disorders og þetta er Systematic Review og Meta-Analysis sem þýðir að þetta er stór rannsókn sem tekur inn allar observational eða athugunarrannsóknir og gefur þeim ákveðna einkunn og fær ákveðna heildar niðurstöðu og tekur bara eingöngu bestu rannsóknirnar inn. Og niðurstöðurnar á þessari rannsókn, sem sagt, þarna skoðum við bara sonulínbundið gegndræpi. Þeir sem framleiða meira sonulín, þeir eru með meira gegndræpi og hverjir eru það tengist að geðröskunum. Og niðurstaðan úr þessari rannsókn, hún var afgerandi, börn með ADHD og börn greind með einhverfu eru með auki gegndræpi í þörmum. Þannig við vitum það að það er faktor sem spilar inn í þeirra einkenni og þeirra þeirra greiningar eða þeirra geðraskanir eða taugaþroskaraskanir. Nú í rauninni bara til að summa upp eða þeirri rannsókn
að þá sem sagt niðurstöður þessar rannsóknar mjög svona nýstárlegar vegna þess að það vantar meiri rannsóknir þarna, þannig að það er það sem við sáum, það er ekki droslega mikið rannsóknum, þannig að það er skýrt að það rannsaka þetta betur. Við sáum tengsl milli ADHD, einhverfu og á vissan hátt með OCD eða áreittu þráhyggju röskun í tengslu við gegndræpi þarma og einnig svona blood-brain barrier, að þá hleypir himnan sem á að verja heilan og taugakerfið líka mögulega efnum upp í heila og taugakerfið sem er ekki æskilegt. Og í rauninni það sem að niðurstöðurnar þarna segja okkur að það þarf að rannsaka betur mekanisman í þessu. Nú vitum við að þetta er faktor varðandi geðraskanir og taugaþroskaraskanir, en við þurfum að skilja betur af hvernig, hvað er að gerast, hvernig virkar þetta gegndræpi, hvað nákvæmlega hefur áhrif á það, hvað í rauninni, ef við skiljum það betur þá getum við mögulega komið hinum megin og farið að nota einhverja leiðir til þess að draga úr gegndræpi og mögulega þannig undir ofan af einkennum og svo framvegis. Þannig að það þarf að skoða þetta í rauninni í tengslu við bólgur í líkama og varðandi sjúkdómafræði geð- og taugaþroskaraskana. Og það er sem sagt akkúrat það sem ég er að gera hér í Boston í frábæru umhverfi með frábæru súperflottu rannsóknarteymi sem heitir eða sem sagt er staðsett á Mucosal Immunology and Biology Research Center sem er sem sagt á Mass General Harvard háskólasjúkrahúsi og þar eru þau sem sagt búin að vera að rannsaka þessa slíkar rannsóknir, framkvæma slíkar rannsóknir og og eru með þau tæki tól sem sagt munu gagnast mér í að taka þetta lengra. Og það sem ég ætla að nota hér og ég er að þróa mínar rannsóknir með aðstoð þessara sérfræðinga og þeirra leiðbeiningum ætla ég að skoða sem sagt áhrif broddmjólkur á gegndræpi þarma og ég ætla að gera það í bæði músamódelum og líffæralíkonum sem þeir eru með hérna og til að skilja þennan mekanisma. Og það er svo áhugavert að broddmjólkur kúa hún er afskaplega rík af mjög mikilvægum þáttum sem gagnast heilsu okkar og hefur verið rannsakað heilmikið í tengslu við heilsu en ekki mjög mikið í tengslu við hvort hún hefur áhrif á gegndræpi þarmanna og þar með mögulega geðheilsu og jafnvel margt annað líka. Það sem við ætlum að gera er að við ætlum að vera með músamódel sem eru með krónískt gegndræpa þarma og bera saman við mýs sem eru bara wild type eða heilbrigða mýs og gefa þeim brodd og mæla þær fyrir og eftir og svo framvegis. Svo ætlum við líka að nota líffæramódel, þá eru þau bara ræktuð upp úr sýnum úr þörmum á fólki og þar erum við ætla ég að setja fókusun á einhverfu, það sem hafa bara verið tekin sýni með leyfi sjúklinga og allt fer vel fram, þá er fengin sýni ræktuð upp svona líffæramódel og þar ætla ég að skoða mekanisman bara í þessu gegndræpi. Þetta er bara undir smásjá og gefur manni rosalega nákvæmari niðurstöður. Og svo greinum við, tökum við alls konar, við skoðum þætti í broddinum, ónæmisþætti, vaxtarþætti og sykrur sem við fjallum á eftir sem eru mikilvægar fyrir flórun okkar og við skoðum flóruna frá músunum í saur fyrir og eftir broddin og allt það og svo skoðum við ýmsa þætti í ónæmis- og taugakerfinu og hvernig þetta svona neuro-immuno crosstalk, hvernig ónæmiskerfi og taugakerfi talar saman, það gerir það hjá okkur öllum og við vitum, ekki nógu mikið, en við vitum að þetta er faktor hjá geðröskunum í þeim sem eru greindir með geðraskanir. Ónæmiskerfi er líka eitthvað að blanda sér inn í taugakerfið og svo framvegis og hormónaframleiðsluna og allt þetta. En þá ætla ég, það er nóg um þessar rannsóknir, ég vona að hafi fengið svona einhverja innsýn í bara hvaða leiðir, ég sést að skoða þetta bæði hjá fólki, í músum og í módelum. Þannig að það er mjög breið aðkoma að efninu sem ég er að skoða og þannig ég fæ mjög víða og svona margbrotnar niðurstöður sem eru mjög spennandi. Meltingaflóran sem við þema núna hjá Livju sem gladdi mig mikið og þess vegna er ég tilbúin að vera með spjallum þetta vegna þess að meltingaflóran er gríðarlega mikilvæg og
ef við skoðum aðeins bara meltingaflóruna, hennar hlutverk, þá þetta alveg gríðarlega magnað fyrirbæri. Í rauninni sko meltingaflóran okkar, þarmaflóran, örveruflóran, hvað við nefnum hana, hún bara á jafnast á við heilt líffæri í líkamanum okkar og orðin það mikilvæg. Ég meina við erum með 10 til 100 trilljónir örvera í meltingaveginum og það búið skilgreina 10.000 tegundir á og í líkamanum okkar. En svo mjög mikilvægt að átta sig á því að svona 80-90% af mannfólki með ólíka flóru. Þannig að við erum genalega uppbyggð bara 99,9% eins. Við erum með afskaplega, bara genamengið okkar nánast eins í okkur öllum, en flóran okkar bara svakalega ólík og flóran inniheldur miklu meira af genum heldur en við sem manneskjur. Og genin í flórunni að hafa samskipti við genin okkar og líkamann okkar og við vitum ennþá bara óbúslega lítið hvað þessi samskipti, hvað afleiðingar þau hafa. Þannig að það mjög áhugavert. Meltingaflóran okkar í rauninni samsett af nokkrum þáttum. Þetta eru bakteríur, alveg hellingur af bakteríum, en þetta eru líka sveppir, það sem kallast svona fornbakteríur, arkea, þyrnur og vírusar. Þannig að í rauninni þegar við að tala meltingaflóru, þarmaflóru, örveruflóru, þá oftast verið að vitna í bakteríurnar því þær hafa bara verið langmest rannsakar. Það fengið langmesta athygli og við vitum mest, en við erum með fullt annað líka sem líka verið að rannsaka og eftir að koma meira fram þar. Þessi hlutverk bakteríana, þá ég núna bara að fókusera á bakteríurnar því þær fá mest athygli, að þá það sem þær gera fyrir okkur, að þær að vinna með okkur og fyrir okkur og hjálpa okkur á margan hátt. Meðal annars með því að framleiða orku fyrir okkur. Þær framleiða amínósýrur sem við notum til að byggja upp líkamann og viðhalda okkur. Þær framleiða vítamín fyrir okkur eins og B-vítamín og K-vítamín. Þær framleiða svona lífrænar sýrur, svona stuttar fitusýrur. Þær framleiða taugaboðefni og fleira. Þær framleiða 90% serótóníni framleitt í þörmunum okkar, 50% dópamíni. Þetta eru vellíðunarhormón sem eru gríðarlega mikilvæg. Þau fara ekki endilega inn í heila og taugakerfi, en þau hafa áhrif á heila og taugakerfi og sum þessara efna komast upp í heila og taugakerfi og virkjast þar. Við framleiðum auðvitað líka serótónín og þess taugaboðefni í taugakerfinu, en það eru færri sem átta sig á því að það mjög mikil framleiðsla í þarmaflórunni eða meltingaflórunni. Þessar bakteríur hjálpa okkur við upptöku af vítamínum og steinefnum. Þær þjálfa ónæmiskerfið okkar og eins og ég sagði áðan, það svona crosstalk þarna milli ónæmiskerfi, taugakerfi, innkirtlakerfi og þannig að þær í rauninni hafa rosalega áhrif á bara hvernig okkur líður, bara á svo margan hátt. Og þær í rauninni hafa áhrif eða sem sagt verja okkur gegn sýklum og eiturefnum. Þannig að þær að halda alltaf ónæmiskerfinu í formi. Þetta bara svo við förum í ræktina og þjálfum okkur og þá erum við hraustari. Ef við erum að þjálfa þessa flóru með því að borða og taka inn alls konar efni úr umhverfinu, góð efni, þá erum við líka að halda flórunni í formi. Og genin okkar hafa áhrif á flóruna og flóran mótar genin okkar. Þannig að þarna líka samtal sem við skiljum ekki ennþá almennilega hvernig á sér stað og hversu mikilvægt við vitum að það hefur áhrif. Og síðan náttúrulega þetta augljósa, þessi meltingaflóra okkar hefur bara áhrif á hvernig okkur líður í maganum, á meltinguna, á þarmahreyfingar og á hægðirnar okkar, hvort það eru heilbrigðar eða við erum með harðlífi eða niðurgang og svo framvegis. Og allir ætti að fylgjast með hægðunum sínum til þess að meta hvernig flóran okkar því að það í raun okkar besta leið til þess að átta okkur á heilbrigði þarma eða heilbrigði flóru. Og ef það ójafnvægi þá finnum við fyrir meltingaveginum. Ef við finnum ekkert fyrir honum sem eðlilegt, þá bara jafnvægi, allar líkur á því. Hvað hefur áhrif á samsetningu meltingaflórunar? Það alveg fullt af þáttum og við vitum fullt af þáttum og það svo margt sem við vitum ekki, en á örugglega eftir að koma í ljós á næstu árum og það náttúrulega bara mjög mikið að gerast í rannsóknum á flóru núna, sem mjög skemmtilegt að vera í þessum fræðum, að stúdera þessi fræði.
En meltingar, meðgang ætla ég að segja, og fæðing og brjóstakjöf er eitthvað sem að skiptir gríðarlega miklu máli og fyrstu 1000 dagarnir á ævinni eru gríðarlega mikilvægur tími til þess að svona stabilisera flóru til frambúðar og hefur áhrif á heilsu okkar í rauninu út ævina. Og í meðgöngu fær fóstur flóru í gegnum naflastreng og fylgju móður, eitthvað aðeins, en aðal innspýtingin er í fæðingunni og þegar fæðingin á sér stað í gegnum fæðingarveg að þá fáum við þá bestu flóru sem við getum nokkuð tíma fengið. Ef að fæðing á sér stað með keisara þá fáum við næst bestu flóru sem við getum fengið vegna sem við fáum ekki flóruna sem við erum búin að undirbúa okkur fyrir í móðurkviði. Við fáum flóru úr umhverfinu þar sem við fæðumst og það er ekki endilega besta flóran fyrir okkur. Það geta verið sýklar, það geta verið einhver ógnvaldar þar og það getur haft afleiðingar á heilsu barns til frambúðar en það þarf ekki að gera það. En það eru rannsóknir sem sýna að það eykur líkur á ákveðnum vandamálum eins og ofnæmum, óþolum, celiac-sjúkdómi og svo framvegis. Það sem hefur alltaf stærsta áhrif og mestu áhrif, alltaf sama hvað, að það er fæðið. Fæðið er eitthvað sem við erum að borða alla daga. Við erum alltaf að næra okkur eftir bara fyrstu 6-8 mánuði sem er þá brjóstakjöf og peli, að þá erum við bara að borða og við borðum alla daga 2, 3, 4, 5 sinnum á dag og það er það sem skiptir mestu, mestu máli. Fæði er eitthvað sem við höfum áhrif á sjálf, allavega svona þegar við förum að erum komin kannski í gegnum fyrstu árin og getum alltaf móta flórunum með fæðinu. Þannig að við fæðumst einu sinni en við borðum alveg miljón sinnum. Meltingarflóran er líkari hjá skyldum einstaklingum og hún er líkari hjá fólki sem eru á sama aldri af því hún þróast eftir á lífsleiðinni og hún er líkari á þeim sem borða svipaða fæðu sem gefur auðleið því að fæðið mótar flóruna. Og svo eru líkari á einstaklingum sem búa bara í sama landi eða á sömu landsvæðum og menning og annað vegna meðal annars að fæðið er oft líkt þar sem fólk býr og svo framvegis. En það er líka úr umhverfinu. Nú lyf hafa áhrif á þessa flóru og mörg hafa skaðlega áhrif, misskaðleg, kannski besta dæmi er sýklalyf sem bara drepa flóruna. En það er alltaf hægt að byggja flóru aftur og auðvitað eru sýklalyf lífsnauðsynleg að bjarga mannslífum. En ofnotkun sýklalyfja er jafn slæm og ágætið þeirra við að gagnast okkur. Þannig að ef maður getur sloppið sýklalyfjakúr þá er það betri kostur. Nú ef maður þarf að taka sýklalyf þá er mikilvægt að byggja flóruna á eftir með alls konar aðferðum sem ég fer í á eftir. Nú hreyfing hefur áhrif á, og það er líka eitt með lyf. Það er búið að sýna fram að það eru rannsóknir sem sýna að flóran hefur líka áhrif á hvernig við nýtum lyf, hvernig við vinnum úr lyfjum, brjótum þau niður og hversu vel eða illa þau gagnast okkur og aukaverkanir og svo framvegis. Það er til dæmis vita að fólk með öfluga þarmaflóru að það bregst betur við krabbameinsmeðferð og fer léttar í gegnum hana og þannig er betri árangri. Þannig að við græðum á því að hafa góða flóru. Nú, hreyfing hefur áhrif á flórun okkar og hreyfing er af henni góða, hreyfingarleysi er af henni slæma, en mikil hreyfing, þjálfun, maraþonhlaup, bootcamp og svona ofþjálfun hefur skaðlega áhrif, bæði á gegndræpi þarmana og flóruna. Þannig að gullni meðalvegurinn og allt er gott í hófi gildir þar, svo sem eins og með mataræði og allt saman. Síðan vitum við að flóran, þarmaflóran eða meltingarflóran er riðluð í ákveðnum sjúkdómum og við vitum að einstaklingar sem eru greindir með bólgusjúkdóma í þörmum, þeir eru með ólíka flóru en við vitum ekki alltaf hvað er ekki og hvað er hænan. Og sama með sykursýki 1 og 2 og svona bara útbreiddar bólgur, bara bólgusjúkdóma almennt, ofþyngd, offitu og hjarta- og æðasjúkdóma í ýmsum ofnæmum og krabbameinum að þá er riðluð flóra. Og það er bara mjög spennandi að fylgjast með rannsóknum þar. Nú, riðluð flóra, ég er búin að segja það nokkur sinnum, það er til ekkert eitt gott íslenskt orð yfir riðlaða meltingarflóru.
en það þýðir að hún ekki í jafnvægi. Hún gæti verið betur samsett, hún gæti verið fjölbreyttari, hún of fábreytt eða það ómikið af óhagstæðum örverum. Við erum alltaf með hagstæðar og óhagstæðar örverur, það eðlilegt. Við viljum bara að fókusinn sé á þessum hagstæðu örverum sem gagnast heilsu okkar. Nú ef við erum með óhagstæða flóru eða riðlaða flóru sem nefnist á ensku dysbiosis, ef einhver vill lesa meir það, þá getum við alltaf leiðrétt dysbiosis með mörgum leiðum og verkfærin sem ég tala á eftir eru leiðir til þess að leiðrétta flóru eða viðhalda góðri flóru eða fyrirbyggja dysbiosis. Best að fyrirbyggja, byrja strax þegar maður heilbrigður í toppformi, ef ekki þá reynir maður að laga og viðhalda. Og eftir sem við eldumst þá mæðir meira á þessari flóru og það bara svo allt, hún ekki öflug. Bara eftir 30 ára aldur, 25-30, þá bara allt farið að fara pínlítið niður á við og það gerist líka með flórun, hún breytist og hún verður viðkvæmari. Þannig að það mikilvægt að viðhalda og ávallt að efla þessa flóru. En það eftir á móti flókið að það ekki búið að skilgreina heilbrigða þarmaflóru, almenna hvað rétt þarmaflóra og vegna þess að hún svo einstaklingsbundin og við getum í raun ekkert sagt eða búið til viðmið, það allavega ekki búið, sem segir bara ok, þetta þín flóra og hún á að vera svona. Þetta ekki til, við getum farið í blóðprufu og sagt ok, gildin þín eru hérna, þetta eru viðmiðunargildri og þú ættir að taka inn D-vitamin eða taka inn járn eða borða meira svona eða hins eða minna þessu eða hinu. Þetta hafa áhrif á blóðsykur og blóðfitu og alls konar og monitora það með blóðprufum. Þetta bara ekki eins einfalt með meltingaflórun okkar. Það eru til leiðir til að mæla hana, það eru til leiðir til að greina og fá niðurstöður, en það pínulítið ennþá á gráa svæðinu vegna þess að það bara erfitt við hvað erum við að miða. Það verður helst að miða við okkur sjálf, taka test og taka afturtest og sjá breytingarnar og miða við hvernig okkur líður. Og þetta hægt að gera yfirleitt þarf að senda svona saursýn úr landi og þá þarf að hafa samband við einhvern þerapista eða lækni til þess að fá aðgang að slíku. Það til löp eða svona rannsóknarstofur úti sem gera svona greiningar en margt af þessu líka bara peningaplokk og það að fara mjög varlega þar. Besta leiðin bara mæli hverjum sjálfa sig, gera breytingar, líður manni betur að vera, ódýrast og best. En það sem ég ætla að gera þá núna að ég ætla að fara yfir þessi verkfæri. Hvað getum við gert til þess að vinna með þessa flóru, þessa meltingaflóru og hvaða verkfæri getum við nýtt okkur, eitthvað sem í mataræðinu okkar, eitthvað sem við getum auðveldlega tileinka okkur og mín ráð eru alltaf að bæta við sig góðum þáttum, ekki setja fókus á að hætta einhverju, neita sér eitthvað, heldur bara bæta við góðu þáttunum því það ýtir út þessu slæma. Ef við förum að taka fókusinn eða setja fókusinn á hverjum við eigum að hætta, hvað má ekki og svo framvegis, þá verður það stóra málið, stóra myndin og við gefumst upp og það verður leiðilegt, það bara hundleiðilegt. Maður á bara að vera jákvæður og bæta inn og þannig í rauninni eflum við góða flóruna og þannig fáum við betri matarlyst og sækjum í hollara fæði. Þannig að það auðveldasta leiðin og mínum mati sú réttasta. Fyrsta sem ég ætla að tala af þessum 4 þáttum eru probiotics eða lifandi gerlar. Það auðsótt að kaupa lifandi gerla í dag, bara út í búð. Þið getið farið í lyfju, þið getið farið í heilsubúð, þið getið farið í matvörubúð. Þið fáið lifandi gerla í krukkum, í pilluformi, í duftformi, í drykkjarformi, í öllu formi, mögulegum formi sem þið getið bara tekið inn. Og þá enn og aftur, hvað á ég að taka? Það bara veltur á hverjum og einum, það ekki hægt að segja að eitt henti öllum. Maður þarf bara að pröfa sig áfram og fá ráðleggingar í þar sem maður kaupir, treysta á fagfólkið, viti hvað það að tala en það samt alltaf þarf maður líka að meta þetta sjálfur. Þetta byggist á baseline, hvar erum við stödd? Það ekki hægt að segja að allir ætti að byrja á þessu og hinu, þess að skiptir máli hvar við erum stödd og við erum misjöfnum stað. Mjólkursýrugerlar geta haft áhrif á fæðuinntöku og matarlyst og þar með á líkamsþyngd og efnaskipti í gegnum meltingaveg af því að þeir hafa mótandi áhrif á þennan örverubúskap þarmanna, þessa meltingaflóru. Þannig að ef einhver vill bara byrja ótrúlega einfalt, þá bara best að byrja að kaupa sér gerla og taka þá inn.
það fyrsta skref. Ef að til dæmis barn, að því nú ég svo vön að heyra sögur foreldra með einhverju börnin og börnin sem eru óþekk að borða, matvönd, föst í hvítum mat, algjörlega einstrengingslega, vil engu breyta. Það var hægt að setja opna hylki og bæta út í mat, það er hægt að lauma þessu út í mat, það er hægt að gefa þeim þegar þau vilja taka þetta inn, eða fyrir okkur sjálf að bæta þessu inn í fæðu okkar eða daglegar venjur. Og við vitum bara meðferð með lifandi gerlum er örugg, þolist vel og hentar til langstíma. Það er ekkert, maður þarf ekkert að hætta. Það er gott að breyta til og taka hina á þessi gerlana og pröfa sig áfram. Við vitum að þetta er góð viðbót við fæðu, góður kostur vegna þess að það, eins og ég sagði áðan, það hefur áhrif á líkamsþyngd og hefur áhrif á efnaskiptun okkar. Við jafnvel brjótum betur niður glúkósa og fitu, það er að segja við getum haft góð áhrif á blóðsykur og blóðfitu. Við getum bætt insúlínnæmi sem er eitthvað sem þá dregur úr líkum á að við þróum sykursýki 2 og við getum dregið úr langvinnum bólgum í líkama. Það mest hefur verið fjallað lactobacillus og bifidobakteríum í tengslum við efnaskipti í rannsóknum á mönnum og þar vitum við bara þó nokkuð mikið. Það hefur verið minna fjallað aðra gerla en samt verið rannsakaðir eins og Akkermansia og Saccharomyces boulardii sem hafa fengið minni athygli en líka þekktir gerlar fyrir að hafa jákvæð áhrif og til dæmis bara Akkermansia, að því ég nú að skrifa bók föstur og sem kemur vonandi út á þessu ári, að þá gerðum við litla tilraun. Ég skrifa hana með kunningja mínu sem að gerði tilraun á sjálfum sér og við tókum sörsinni fyrir og eftir 10 daga vatnsföstu og það sem gerðist var að hann var með mun meira af Akkermansiu eftir föstu og Akkermansia hefur verið tengd við balansaðra eða heilbrigð líkamsþyngd. Það er að segja þeir sem eru með meira magna Akkermansiu í flórunni sinni, þeir eru í betri líkamsþyngd gjarnan og þeim sem skortir Akkermansiu eru hættari til að þyngjast og fitna. Og Saccharomyces boulardii sem er hægt að kaupa bara í hylkjum er mjög góður gerlar til dæmis taka inn eftir sýklalyfjanotkun. Verkfæri númer 2 er þá prebiotics eða eitthvað sem heitir trefjar eða sykrur í fæðinu. Þá erum við að tala bara mat sem við borðum sem inniheldur efni sem gagnast flórun okkar. Því við þurfum eins og ég var að tala áðan, bakteríurnar sem við tökum inn, þær gagnast sem viðbót, það er bara svona add-on, við erum að auðga flórun okkar, en við þurfum á sama tíma að borða fæði sem að viðheldur og nærir. Þetta er bara svo við séum að rækta garðinn okkar, við plöntum fræjunum eða trjánum eða blómunum, það eru gerlarnir. Síðan þurfum við að þau næringu til þess að lifa. Ef við gerum ekki meir þá geta við bara hreinlega drepist, allavega potablómin okkar. Þannig að við þurfum að vökva og næra, það gerum við með prebiotics eða trefjaríku og sykruríku fæði. Og trefjaríkt fæði er bara, til að gera þetta einfalt, í rauninni bara meira og minna allt jurtafæði, ávexti, grænmeti, korn, hnetur og fræ og svo framvegis. Og þessar fæðutegundir innihalda trefjar sem að frásogast ekki að öllu leyti og gerjast í ristlinum okkar. Og þar eru bakteríur eins og bifidobakteríur sem lifa á trefjunum og það myndast gerjun og þessi gerjun, hún í rauninni skilar okkur síðan afurðum sem að gagnast síðan fullt af þáttum í okkar heilsu. Þetta eru meðal annars stuttar fitusýrur sem að hafa áhrif á efnaskiptun okkar og taugakerfið okkar og veljan og komast jafnvel upp í heila á taugakerfið. Þannig að trefjarnar eru svo mikilvægar til þess að við nærum þessa flóru. Og síðan er líka þessar trefjar og þessar fitusýrur sem koma í kjölfarið hafa verið rannsakaðar í tengslum við krabbamein í endaþarmi og ristli og í rauninni bara heilbrigði þarmanna geta mögulega dregið úr þessu gegndræpi líka. Og ef við tölum sykrurnar, það er prebiotics, þá trefjar og sykrur, þá er ekki að tala sykur, heldur sykrur, sem til dæmis besta dæmi eru jógúrt eða gerjaðar mjólkurafurðir. Og það er svo mikilvægt að gerja þessar mjólkurafurðir því að það eru bakteríur þar sem eins og lactobacillus sem nærast á laktósanum og gerja afurðina, þannig hún er nánast laktósufrí, auðmeltanlegri og þarna eru sykrur sem að efla síðan flórun okkar. Þannig við fáum bakteríur í þessum afurðum og líka efni sem að efla flórun okkar. Og jógúrt var náttúrulega
Það var Eli Metchnikoff sem notaði jógúrt á sínum tíma, ég held 1900. Hann var fyrsti einstaklingurinn til þess að lækna melankólíu eða vægt þunglyndi með jógúrt. Hann gaf sjúklingunum sínum jógúrt. Hann var sérfræðingur í ofnæmislækningum og fékk nú Nóbelsverðlaun og fleira. Ég ætla síðan að tala þriðja verkfæri sem þá synbiotics, en það sem sagt bara í rauninni ef þið eru búin átt ykkur á probiotics og prebiotics. Probiotics eru bakteríurnar, gerlarnir, prebiotics þessar trefjar og sykrur. Ef þetta kemur saman í einu afurð, þá erum við að tala synbiotics. Og það til dæmis bara eins og ég var að tala jógúrt, það líka súrkál, kombucha, einhver svona drykkur, miso, allt þetta gerjaða góða, ég örugglega að gleyma einhverju, en súrsa grænmeti, súrkál og mjólkursýrt grænmeti, jógúrt, allar sýrðar mjólkurafurðir, jafnvel gerjaðir ostar, flestir ostar fyrir þá sem þola mjólkurafurðir, parmesanostur og allir þessir ostar í rauninni, gráðostar og camembert og annað. Þetta allt inniheldur fullt af bakteríum og örverum sem gagnast okkur. Og síðan náttúrulega líka brauðgerð, það náttúrulega margir sem borða ekki brauð í dag og þola ekki brauð, en það náttúrulega til margar tegundir af brauði. Ég meina, við byrjuðum brauðgerð á því að gera flatbrauð og fyrir 30.000 árum eða eitthvað slíkt, en í dag gerjum við brauð, það lyftist. Ég meina, brauðið var flatt þegar við héldum að jörðin væri flöt. Svo föttum við að jörðin ekki flöt og þá fórum við að gerja brauð. Mjög skemmtilegt að skoða þetta í sögulegu samhengi. En þannig við erum alltaf að hugsa upp eitthvað. Mannskepnan er svo frábær. En brauðgerð og víngerð eitthvað sem inniheldur gerla og örverur sem að gerja þessa afurð og getur líka gagnast meltingaveginum okkar og heilsun okkar. Ég fæ oft þessi spurningu, hver munur á gerbrauði og súrdeigsbrauði? Það einfalt, gerbrauð inniheldur sveppi, meðan súrdeigsbrauð inniheldur bakteríur. Og þegar fólk viðkvæmt fyrir gersveppum og kannski með ofvöxt, kandídaofvöxt eða ójafnvægi í þarmaflórunni eða örveruflóru meltingavegar og jafnvel í munni eða fleiri stöðum, að þá oft auðveldara að borða súrdeigsbrauð. Það meltist betur og þolist betur. Og og svo það víngerð, ég meina Pasteur náttúrulega uppgötaði það eru gersveppir á vínberjunum sem gerja ef rétt hitastig og hann mældi allt mjög nákvæmlega og gerir okkur kleift í dag, honum að þakka við getum notið þess að drekka góð vín og góð vín í litlu mæli eru uppbyggileg fyrir flórun okkar líka, en allt gott í hófi, það mikilvægt. Þannig að síðasti eða fjóraða verkfæri sem ég ætla að tala þá svo kallar postbiotics og ég er búin að koma inn á það. Þetta eru þá örverurnar, probiotics, þetta eru trefjar og sykrur, prebiotics, þetta eru synbiotics, tökum við þetta saman. Og svo koma postbiotics og hvað það? Það eru afurðirnar, það eru afkvæmin. Þegar örverurnar fá rétt að borða, fá trefjarnar og sykrurnar, þá búa það til afurðir fyrir okkur. Það eru postbiotics og það gagnast okkur, heilsu okkar, mjög, mjög mikilvægt. Og hefur verið rannsakað heilmikið í tengslu við heilsu, eflir meltingarveginn fyrst og fremst, dregur úr líkum á krabbamein í þörmum og endaþarmi, dregur úr gegndræpi, nærir þetta innsta frumulag í þörmunum, hefur áhrif á efnaskiptin okkar, insúlín, næmi, blóðsykur, blóðfitu og kemst upp í heil- og taugakerfið og framkallar ákveðna vellíðan, þannig að okkur líður betur ef við erum að fá þessar afurðir. Þannig að þetta mikils að vinna að taka inn gerla, borða rétt fæði til að fá þessar afurðir, því þetta svo mikilvægt fyrir heilsun okkar. Og þetta eru nú oft bara kallar stuttar fitusýrur eða short chain fatty acids og það eru 3 þar sem eru mest verið rannsakaðar, það heita acetate, propionate og butyrate og þær eru mest megnist framleiddar innvortis sem afurðir í þarmaflórunni eða meltingaflórunni, en við fáum eitthvað af þeim úr fæði, smjöri, eitthvað á kjöti og svo framvegis, en við eigum að framleiða þær, því meira, því betra að mestu leyti. Þannig að þetta svona það sem ég vildi koma inn á þessi 4 verkfæri sem við getum nýtt okkur til þess að efla meltingaveginn, styrkjan og efla flórun okkar.
En síðan langar mig aðeins að tala bara mataræði almennt og bara svona, að ég er búin að vinna með þetta í svo mörg ár, ég er búin að tala við svo fleiri þúsund manns og ráðleggja og kynna mér þetta frá öllum hliðum, að þá vil ég í rauninni einfalda þetta eins og hægt er. Þetta er svo yfirþyrmandi, það er svo mikið upplýsingum, það er svo mikið kúrum, það er svo mikið ráðleggingum að maður veit ekki hvað maður á að gera og sko ég get orðið rugluð. Þannig að það er rosalega mikilvægt að horfa bara á aðalatriðin, einfalda. En maður þarf að vinna rosalega mikla vinnu til að ná þessum einföldu niðurstöðum. Og ég held ég að við ná því ágætlega með allri þessari vinnu. En áður en fyrir að tala akkúrat mataræði sjálft, þá er rosalega mikilvægt að gera sér grein fyrir einu. Þegar við kannski heyrt svona píramídan, hvernig við eigum að borða, sem að byggist upp á að leggja mikla áherslu á, ég er nú búin að koma inn á það, svona trefjaríkt fæði og brauðmeti og kornmeti og annað, og það má alveg deila það hversu mikið korn og brauð við eigum að borða, eða hvort við eigum að vera meira bara í grænmeti og ofanjarðar grænmeti eða neðanjarðar og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara inn á það núna, en því meiri trefjar því betra. Og svo kjöt og fisk og góðar fitur og olíur, fiskur og fiskiolíur, gríðarlega mikilvægt. Og þetta er allt gott og blessað, en ef maður horfir á Miðjarðarhafspíramídan, og þið getið farið á netið og slegið inn bara Mediterranean Diet Pyramid, að þá er það sem að þeir leggja mest áherslu á neðsti hluti, stærsti hlutin, feitasta borðin í píramídanum. Hann er ekki matur, hann sýnir ekki mynd af mat, hann sýnir mynd af fólki vera að dansa og gleðjast. Og það er svo gríðarlega mikilvægt og það gleymist svo oft í umræðu mataræði, bætiefni, lífstíl að borða í góðum félagsskap, borða með góðu fólki, borða með góðum hug, borða þegar manni líður vel og borða til að næra sig, ekki bara líkamlega, ekki bara horfa á vítamín, steinefni, kolvetni, prótín, fitu, vatn og svo framvegis. Horfum á ánægjuna af því að borða og hvað það gerir fyrir okkur. Og að borða með góðri samvisku er miklu betur en að borða með slæmri samvisku. Að borða hollan mat og finnast það hundleiðilegt er ekkert hollara heldur en að borða óhollan mat og vera rosalega ánægð með það. Þannig að þetta bara skiptir máli. Og Miðjarðarhafslöndin, þau leggja mikla áherslu á langa og góða matmálstíma. Borðum ekki fyrir fram að sjónvarp, borðum ekki á hlaupum, njótum þess að borða með fólkin okkar, tala saman og næra okkur andlega og líkamlega. Þetta er svakalega stór þáttur og er bara allt of lítið sinnt í dag. En hvað skiptir þá mestu máli fyrir heilbrigði meltingarvegar þegar við erum búin að tileinka okkur gleði og jákvæðni og góða samvisku og góðan félagsskap? Að þá eru það 4 atriði sem eru gríðarlega mikilvæg og ég ætla að fjalla hvert og eitt, en fyrst ætla ég að tella upp þessi 4 atriði. Númer 1, reynum að forðast þetta óholla og við vitum öll hvað er óhollt, það þarf ekkert að fara yfir það, það er bara unnin matur, unni fæði, ég kem aðeins betur inn á það. Við þurfum að byggja upp meltingarflórun okkar með réttu fæði. Þannig að við leggjum áherslu á það, við erum ekki að leggja áherslu á forðastfæði, við erum að leggja áherslu á að byggja upp með góðu fæði. Við erum að leggja áherslu á að styrkja meltingarflóruna með réttum gerlum, því verkfæri, og með því að styrkja þessa réttu gerla þá erum við að fá í staðinn afurðir sem heita svona lífefni eða metabolites eða þessar stuttu fitusýrur og fleira gott. Aðeins að skjóta því inn í, ég var ekki búin að segja, ef við eflum slæmuflórun okkar sem við gerum með unnu fæði, sælgæti, góðstrykkjum, bakkelsi og svo framvegis, þá fáum við líka afurðir frá slæmuörvurunum og það eru afurðir sem eru bólgumyndandi og skaðlegar fyrir okkur. Þannig að við ráðum, viljum við efla góðu flóruna og fá góðar afurðir frá þeim í kaupbæti eða viljum við efla slæmuflóruna og fá slæmar afurðir í kaupbæti sem að ekki bara eru slæmar fyrir meltingarveginn, heldur komast út í líkamann og stuðla bólgum og vandamálum víðsvegar í líkamann, meðal annars hafa áhrif á taugakerfi og andlega heilsu eða geðheilsu. En hvað er slæmt fæði? Þá er bara svona mjög einföld mynd sem ég teikna vild á töflu ef ég er í kennslustofu og ég er ekki með, ég er bara með hvítan vegg sem ég má ekki teikna á. En þá teikna ég súpermarkað eða búð
og þið labbið inn í verslun og þið labbið meðfram veggjum og út og þið sleppið miðjunni nema svona einu sinni í mánuði. Í miðjunni þurrvara, pakkamatur og allt þessi óþarfi nema það sem við kaupum til að eiga, kannski hrísgrjón, baunir, hnetur, fræ, eitthvað slíkt. Allur matur sem með löngum innihaldslýsingum óþarfur og ef við skiljum ekki innihaldið þá skiljum líkaminn það ekki og ekki eigða tími að lesa utan á mat. Kaupið bara grænmeti, ávexti, farið í mjólkurkælirinn, kaupið sýrðar mjólkurafurðir, kaupið egg, kaupið kjöt, kaupið fisk, farið og náðu ykkur lýsi og kaupið kannski nokkra krukkur af góðum gerlum eða kombucha eða eitthvað slíkt. Þetta uppistaðan í fæðunni. Þetta að leggja áherslu á græðandi og gott fæði. Þetta ekkert flóknara en það. Við þurfum að fá í þessu góða fæði sýrðar mjólkurafurðir. Ef við þolum ekki mjólk þá þetta að fá sýrða kókosjógúrt eða sojajógúrt eða eitthvað slíkt, einhverja sýrðar afurðir eða kombucha eða súrkál eða jurtafæði sem inniheldur trefjar. Við þurfum að fá einhverja gerla í fæðinu eða taka þá inn eða fá gerla og sykrur. Allt þetta sem ég taldi upp inniheldur þetta allt saman. Þannig við tilengum okkur alltaf eitthvað af þessu, þá erum við alltaf að bæta flórunum okkar. Eitt epli á dag, one apple a day keeps the doctor away. Það grein eða rannsókn sem sýnir fram á það að í eplum pektín og það hefur jákvæð áhrif á þarmaflóru eða meltingaflóru og jafnframt á gegndræpi þarma. Þannig að bara borða eitt lífrænt epli á dag myndi ég mæla með því epli gjarnan spreyjuð mjög mikið og það sett vax og af því það ekki nóg að skræla þau því það lítið svona bikar ofan á eplinu þar sem að eiturefnin sest og smýgur svo inn í eplin. Þannig að best að kaupa lífræn epli. Borða epli, þá fáum við pektín sem næring fyrir örverurnar, meltingaflóruna og eplir eða dregur úr gegndræpi. Annað gott sem yfirleitt gleður fólk að heyra kakó, bara hreint kakó eða dökkt súkkulaði. Það rannsókn sem var gerð á fólki þar sem svona tvíblind rannsókn þar sem að fólki var eingöngu bætt við kakó inn í mataræðu. Á 4 vikum þá mæld tekin sýni úr saursýni og mæld flóran raðgreind og bara 4 vikum loknum og þá var búið að þessi hópur sem að fekk súkkulaði eða kakóið var búin að auka bifidobaktería og lactobacilli gerla og fækka slæmum örverum eins og Clostridium. Og samhliða á sama tíma þá var líka mældust í blóðpröfu minna bólgufaktorum eða CPR og svona þríglýseriðum sem þá teiknum að blóðfitan sé að lagast og minni bólgur og fólk kannski jafnvel minna útsett fyrir sýkingum. Og þegar ég að tala kakó þá ég að tala dökkt súkkulaði 70% og yfir vegna þess að það inniheldur mjög lítinn sykur og ég að tala bara hreint kakóduft eða kakónibbur eða hrákakó eða eitthvað slíkt. Þarf ekki að vera hrátt en kakó gerjuð afurð og inniheldur svona fjölfenól sem gagnast flórunni. Til að styrkja meltingaflóruna með réttum gerlum og þá vitum við að við erum að taka inn, ef við erum að taka inn reglulega gerla þá erum við í rauninni, við erum ekki að fylla á tankinn. Það rosalega mikilvægt að átta sig á því að við þurfum að taka gerla eða nota eða neyta lifandi fæðu alltaf. Vegna þess að við getum ekki fyllt á tankinn. Örverurnar í þörmunum okkar eru mjög skammlífar, það langlífustu lifa í 3 mánuði. Þannig að ef við erum ekkert að gera þá erum við bara alltaf að tapa örverunum. Þetta bara svipað og með svefnin okkar. Við getum ekki bara sofið í mánuð og sagt, nú ég bara búin að sofa rosalega mikið og vel, ég ætla bara ekkert að sofa næstu 3 mánuði. Það bara gengur ekki. Það er sama með örverurnar, það er sama með gerlana, það er sama með matinn. Við þurfum bara, þetta núvitund og þetta langhlaup og þetta æviverkefni okkar. Þetta snýst ekki þegar við erum búin að taka inn gerlana í svona langan tíma, þegar við erum búin að borða svona mikið í svona langan tíma, þegar við erum hætt þessu hinnu. Þetta snýst bara daginn í dag, næstu máltíð og það sem þú ert að gera akkurat núna. Og við erum alltaf að hugsa í gerlum, örverum og trefjum og sykrum. Þannig erum við ávallt að efla.
og sem sagt bara meltingaflóran okkar sem sagt gefur okkur þessi lífefni sem ég kom inn á, og til þess að bara muna það að sem sagt efla það, þá það bara í rauninni alltaf að hugsa trefjar sem ávextir, grænmeti, baunir, heilkorn, og þá fáum við þessar stuttu fitusýrur, þessar góðu afurðir sem gagnast okkur á svo margan hátt, og eins með jógúrtið og gerjaðar mjólkurafurðir eða sambærilegar gerjaðar afurðir, súrkál og svo framvegis. Það rannsóknir sem sýna okkur að sem sagt, ef það skortur á ákveðnum örverum, að þá erum við útsettari fyrir ákveðnum vandamálum, og ef það erum rík af öðrum örverum, þá erum við betur sett, þá eru varnirnar okkar betri og okkur líður betur. Og eitt af því sem ég vitna oft í sem sagt léttvín, sem þá rauðvín eða hvítvín eða jafnvel kampavín, sem þykir alveg enn betra, að í þessum léttvínum fyrir þá sem geta notið þess að drekka vín, að sjálfsögðu ekki þeir sem geta ekki drukkið, að þá allt í lagi að fá eitt lítið vínglas af og til, ekki meira en 2, og þetta auðvitað ekki gerast of oft, örfá skipti í viku, en þá erum við líka að græða góðar örverur sem byggja flóru, og það finnst mörgum notalegt annaðhvort að fá súkkulaði, lítið bitadökku súkkulaði, lítið léttvínsglas eða eitthvað slíkt sem svona dekur, og rauðvín og ostar eða súkkulaði biti eða jafnvel 100% súkkulaði fyrir þá sem finnst það gott er frábært. Nú, bara svona til þess að rappa þessu upp, að þá svona bara í hnotskurn eða mikilvægasta sem þarf að þið megi taka með ykkur úr þessum fyrirlestri í rauninni bara á hverjum einasta degi, að þegar við veljum okkur fæðu á diskinn okkar, þá erum við að borða fyrir flórun okkar. Og ég meira þess að heyra nýja rannsókn núna bara síðast í dag, að flóran tekur alltaf sitt. Við fáum rest, en við græðum á því að flóran taki sitt, því að hún að hjálpa okkur að halda heilbrigði. Þannig við erum alltaf að borða, þetta bara svo þungu kona sem að borða fyrir sig og litla fóstrið, barnið, að við þurfum að muna, við erum að borða fyrir þessa flóru, hún bara þarna, hún verður þarna, hún á að vera þarna, hún gríðarlega mikilvæg. Og ég held bara með árunum áttum við okkur betur og betur á því hversu mikilvæg hún Og þessar örverur eða það sem við erum að borða, þá nærast þessar örverur og dafna á því sem við erum að láta ofan í okkur. Og það okkar val hvað við látum á diskinn og fer þarna ofan í okkur. En að því sögðu þá líka rosalega mikilvægt að ítreka það að borða í góðum félagsskap, að nærast í góðum félagsskap, svo gríðarlega mikilvægt, og það ennþá mikilvægara heldur en að borða bara holt. Auðvitað eigum að borða holt, en við höfum líka borða í góðum félagsskap, og það allt í lagi að borða óholtinn á milli. Það ekkert að því, það mannlegt og eðlilegt. Það enginn að fara að borða 100% holt. Það bara mjög heilbrigt að vera með 80% hollustu, 10-20% óhollustu. Það líka bara svona slaki sem maður á að hafa leyfi til að í rauninni dvelja við. En það rosalega mikilvægt að nærast með góðri samvisku og velja sér fæði sem að næri líkam og sál. Maturinn okkar þarf að vera fallegur, litríkur, aðlaðandi, rétt hitastig. Hann á virkilega að líta vel út af því við erum að næra skynfærin okkar líka. Og fæðið sem að gefur réttu verkfærin til þess að viðhalda heilbrigðu meltingavegi þetta fæðið sem við eigum að leggja áherslu á, og þannig erum við í rauninni að efla heilsun okkar almennt. Ef við hugsum meltingaveginn, þá þurfum við ekkert svo mikið að vera spá í hinum, vegna þess að ef hann góður, flóran góð, meltingavegur góður, gegndræpið ekki að trufla, að þá bara heilsan okkar að öllum líkindum betri. Meltingaflóran jarðvegur, hugsum þetta sem jarðveg. Ef jarðvegurinn verður fyrir áfalli, ef við förum á lyfjakúr, ef við förum á sýklalyf, ef við lendum í áfalli, streitu, það skaðast þessi flóra, þá þurfum við enn frekar að sá fræjum, probiotics, prebiotics og allt þetta, trefjaríkt og sykurríkt fæði, taka inn gerla, við getum alltaf endurnýja jarðveginn. Ef við gerum ekkert, þá vex upp illgresi, það eru slæmu örverurnar, og þá verður mögulega viðvarandi ójafnvægi og viðvarandi vanlíðan, og mögulega seinna þróast út í einhverju sjúkdóma. Þannig við þurfum alltaf að grípa inn í og leiðrétta, skipta jarðveg,
og þá fáum við alltaf góða flóru aftur. Það er enginn dæmdur til þess að vera með lélega þarmaflóru eða lélega meltingaveg. Það er alltaf hægt að gera eitthvað. Verkfærin okkar fyrst og fremst matur, mataræðið, fæðan okkar og svo þessi 4 verkfæri sem ég talaði probiotics, prebiotics, symbiotics og postbiotics sem við fáum í kaupæti. Þannig ég í rauninni bara búin með það sem ég ætla að fara yfir. Það eru einhverjar spurningar ég sé, veit ekki hvort ég get svarað einhverju ef ég fer að svara einhverju þá kannski einhver annars vektur. En í rauninni held ég sé búin að koma inn á flest sem að skipti máli. Það sem að þið geti gert að bara læka við eða senda mig vinarbein á Facebook. Ég bara undir Birna Ásbjörnsdóttir. Ég með Instagram síðu birna.ásbjörnsdóttir sem ég bara ekki búin að sinna en að fara að sinna vegna þess að fólk vil fylgjast með rannsóknunum mínum og ég ætla að reyna að verða við því. Og ég á LinkedIn Birna Ásbjörnsdóttir og ég með Twitter account Birna Ásbjörns og ég bara hvet ykkur til þess að fylgja mér. Ég með heimasíðu sem birna.org eða jörð.is, þetta sama síðan og þetta alltaf fara núna á næstunni inn í eitthvað voða fínt, eitt svona samræmt konsept sem að ef þið lækið við eitthvað af þessu þá munið þið fá einhverju meldingu það. En það hægt að fá sagt, lifandi gerla í öðru en venjulegri jógúrt, það hægt að fá í jurtajógúrt og svoleiðis. Þannig að hvet ykkur bara til þess að fylgjast með og ég vona bara að þetta hafi gagnast einhverjum eitthvað og þið hafi skýrari mynd af því hvað hægt að gera. Takk fyrir mig. Gaman, takk.